Góðan dag og velkomin að Grísará. Það sem við ætlum að smíða núna þetta kit hérna, Bellanca Decathlon í 1/4 frá Pilot í Japan. Þetta mjög gamalt kit og þarna hefur ákveðna sögu sem snertir mig pínlítið og mér langar til að segja ykkur pínlítið af því. Við skulum athuga hvað í kassanum. Hérna ég búinn að opna kassan og út úr honum velta alls konar plasthlutir. Þetta til dæmis kálingin, ég ætla bara að leggja hann hérna frá. Og sætin, rosalega mikið af plasti. Og svo hérna stærðarpokki af aukahlutum. Það sem Pilot voru þekktir fyrir á sínum tíma var að í kittunum hjá þeim voru alls konar smáhlutir skornir og formaðir úr balsa. Og það sem var aðalmálið með Pilot var hvernig þeir stönsuðu hlutana úr brettunum hjá sér. Þetta upp úr 1980. Þá var ekki til neitt sem heitir leysiskurður. Og CNC var bara fjarlægur draumur. Það sem menn gerðu var að búa til formin sem þurfti að skera út með þunnum blöðum og búa til formin úr svoleiðis og síðan stansa það úr balsa og krossviði. Og þarna var Pilot mörgum árhundruðum á undan öllum öðrum. Og það gat enginn skilið hvernig í ósköpunum Pilot gat gert þessa stansa svona óbóðslega góða. Ég ætla að taka hérna mynd af þessu bretti hérna og þá getið þið séð hvað þetta í rauninni flott. Þetta krossviðurinn og svo hérna balsi. Málið var að ef að hnífarnir voru ekki nógu bitu ekki nógu mikið, þá krömdu þeir bara það sem það var verið að stansa. Það á einstaka stöðum hægt að sjá svoleiðis hjá Pilot, sérstaklega ef balsinn mjúkur. En krossviður, eins og til dæmis þetta bretti hérna, var bara hreint ótrúlegur og þeir fóru nánast alla leið í gegn. Það alveg undantekning ef þeir fóru ekki í gegn. Og hérna, þá var hægt að láta hlutina bara svona dett úr. Annað sem einkenndi Pilot á sínum tíma voru mjög nákvæmar teikningar og ég með teikningarna hérna undir. Og þær vel unnar og mjög skýrar og þarna maður fljótur að sjá hvað maður á að gera og hvernig maður á að setja módelið saman. Það sem hins vegar var ekki gott hjá Pilot voru leiðbeiningarnar. Í flestum tilfellum fylgdi með svona blað með fullt af myndum og síðan voru þetta hérna leiðbeiningarnar á ensku, japansku og þýsku og þetta allt annað en nákvæmt. Í mörgum tilfellum þá þarf maður bara verulega að skoða teikninguna og finna út hvað það sem maður á að gera. Ég sagði að þetta kit hefði smá sögu og hún svo að ég byrjaði í
að fljúga flugmódelunum 1979, eitthvað svoleiðis, sem dálítið langt síðan, og fljótlega eftir að ég byrjaði þá fékk ég vinnu í tómstundahúsinu hjá Jóni P. Og eitt af því sem hann flutti, eða eitt fyrirtæki sem hann flutti inn frá var einmitt Pilot. Hann seldi mjög mörg Pilot kit og ég talaði nú við hann daginn og spurði hann þetta þennan Decathlon og hann myndi að hann hefði flutt inn 3 svona kit. Eitt var smíðað fyrir sunnan og módelið ennþá til. Það var módel af TF MBL, alveg ofsalega flott smíðað. Verulega mikið lagt í að gera það skala. Annað módel ekkert vitað en svo þriðja módelið var selt norður til Akureyrar og hér hefur það legið nánast óhreyft síðan og ég kom lúkonum yfir það og ætla að smíða það. Það jafnvel líklegt að ég hafi sjálfur sendt þetta módel í pósti til Akureyrar. Það sem ég þarf að gera núna er að fara í gegnum kitið og athuga að það sé allt í því sem á að vera. Sem betur fer þá eru Pilot með partalista. Hérna er partalisti, frekar langur partalisti, bæði á ensku, japönsku og þýsku og ég þarf að bera hann saman við innihaldið í kassanum. Það er smá galli að ég skil ekki endilega alveg þýskuna, japönskuna skil ég alls ekki, en enskuna skil ég náttúrulega vel og gallinn við það er að öll mál eru gefin upp í bresku kerfi hérna, þannig að F1 og F2 er 1/8 plywood krossviður, en ég skil málinn á þýsku því að F1 og F2 eru 3 mm Sperrholz. Þannig að ég þarf að athuga þetta mjög nákvæmlega. Þegar ég er búinn að því, þá byrjum við að smíða. Þá er ég búinn að fara í gegnum allan listan hérna og það er allt sem er á honum er í þessum pökkum hérna, nema einn listi sem er formaður 8 mm afturbrúna listi sem er á að koma aftan á vænginn. Allt annað er hérna. Þegar að ég skoðaði plasthlutina þá kom í ljós að framparturinn af vélarhlífinni er svona gulur, upplitaður og stökkur, hann er það bil að brotna. Það er farið að brotna úr honum alls konar hluti og ég þarf að steypa þetta í gifs og síðan búa til annan úr glerfíber. Að öðru leyti er plastið í lagi. Hérna er mest allt hlutar úr skrokknum. Hérna er smá hlutirnir í svona litlu boxi, síðan er hérna vængurinn og stélið og stélkamburinn. Allt saman tilbúið til smíði og allt nákvæmlega eins og það á að vera. Þannig að við slúttum þessu vídeói hérna og síðan verður næsta vídeó smíðina. Og það sem ég ætla að gera er að taka þessar fínu myndir sem eru hérna á leiðbeiningunum og leiðbeiningarnar hérna fyrir neðan og reyna að búa til eitt vídeó hverja mynd. Þannig að næsta vídeó verður bara það sem er í leiðbeiningunum hér fyrir fyrstu myndina. Sjáumst þá!